komið þið sæl. Ég náttúrulega miklu eldri heldur en hinir fyrirlesararnir. Ég með sér svo gamall að Kjartan við að pappa Stórlins að hann var 2 árum á undan mér í menntaskóla. Þannig að hann var greinilega ekki þessi tíu, en það ekki næg með það. En af hverju ég með hann að bánsa þetta? Þetta bara gamli bánsin minn og eins og við sjáum hérna í kerrunni þá þetta sami bánsin. Og hann var sennilega á líðaðis aldrei. Því að þessi mynd tekin sennilega kringu 1940 eða jafnvel fyrir. Ég hugmyndu það hvernig hann tekin, en mamma hefur sennilega tekið þetta til að það lengi. Og svo þá... Já, þarna hann. Og hann enn notaður. Ekki af mér, en barnabætunum. Hann, þegar þau gleyma sínum töskutúkum heima, þá það þessi sem gildir. Hér eru afi, amma og mamma. Og þetta tekið á Hofstúlunum. Afi dó 1943, sem kannski vitið. Það var einn af þeim sem dó í Trésbýramálunum 43 rétt fyrir þjóðhátíð. Og amma og mamma eru þarna þau í hauskap á túninu. Og þetta fyrir okkur unga fólk að vera til að margar einu af þau. Þorlákur Sverrisson, stundum kallaði Lák í turninum, Sigríður Jónsdóttir og Guðrún Þorláksdóttir. Það er móðir mín. Og systir hennar hér, Sigríður Þorláksdóttir, og hún var forstöðukona í Elliheimilinu fyrir þá sem við munum eftir því. Og hún var gift Bjarna Guðjónssoni sem var bróðir Ásmundar Guðjónssonar og Gambarka. Hún sem að tengja þetta svolítið. En þarna á þessum árum, þessa myndir eru teknað sennilega kringum 1940, þá þarna austur frá, þá voru hermenn. Þetta er eftir að Ísland hersetið. Og þeir voru þarna í Vestmannaeyjum og þeir, já, á myndir af þið, þó ég sé ekki með það hér, að þá þeir að hjálpa til í heiskapnum. En hér strákurinn á fyrsta ári og hérna þetta tekið ekki stöð fyrir undan hofið. Ég átti heima á hofið sem sagt, Landagötu 25. Faðir minn Einar Haukur, kennari, skapstjóri, fyrrverandi og við sitjum þarna, þakkarnir. Þetta er mamma, ég veit ekki hvort þið þekkið þetta. Þetta heitir Afapoll og var hérna austur orður. Og ef þið sjáu þetta fyrir ofan, þá klettabelti með svona svörtum skompum inn á milli. Þetta er bil á milli tveggja, eða þetta eru 2 hraunlög, annars vegar þetta hraunlag sem Afapollurinn er í og hins vegar annar hraunlag sem hefur runnið ofan á og hefur veðrast í burtu. En þarna var helli. Þarna upp á, það var hóla, lítil hóla sem ég fór niður einu sinni og ég skreið undir, ég vissi ekki hvert ég var að fara, ég sá bara að var ljós í hinum öllunum og ég kom út þarna. Þetta í bilinu sem þið sjáu þarna fyrir ofan höfuð á henni mömmu þar sem hraunlögin 2 mætast. Það var sandur hérna í botninu og ég komst sett út þarna. Ég man ekki hvað ég var gamall, sennilega við 5-6 ára, sennilega ekki meira endur en það. Ég fór aftur seinna, sennilega 1 eða 2 árum seinna. Þá festist ég. Síðan hef ég ekki þolað hella sem þrengja að. Ég hef oft hugsað sko, ef ég hefði fest þarna inni, þá væri ég hérna ennþá. Það er engin vita hvað ég var. Aldrei. Þannig að ég prísa með sæluna að hafa hægt við að skrifa í gegn. Þetta var leiksvæðið, urðirnar. Og þarna á þessum slóðum var Afapollur og þarna voru flúðirnar sem alltaf var gaman að fara á. Ég var að mynda að lesa í hérna dagbókinna mömmu þar sem Skógafoss var dreginn út úr höfninni og átti að sökkbórum ykkur stöð suðustra veginn. En hann slitnaði aftan úr dráttabátnum og rak upp í flúðirnar. Og mér minnir að það verið kveikt í honum það, það ekki verið því sem munið eftir þessu. Það ekki? Jú, munið ekki eftir þessu? Það endaði þannig. Já. Hérna eru við aftur. Ég veit ekki takk fyrir þessu kemur aftur. Ja, en hérna eru braggarnir. En þetta eru breytabraggarnir. Þeir braggar kannski sem við verðum frekar eftir eru Bandaríkjamannabraggarnir. Þeir
sneru hins veginn, þeir sneru meðfram urðaveginn, ekki svona með gaflana af urðaveginn. Þetta sem sagt Bretabrækkarnir og þeir voru rifnir þegar Amerikanarnir komu. Og það mátti náttúrulega ekki taka myndir af þessu, en ég held að þetta sé bara eina af fá myndir sem verður til af þessum bröggum. Hér hóstunni. Þetta eru 2 myndir sem við settum saman, þannig að við höfum sér svona panorama af öllu túninu frá þurrhúsinu, þessi kofi, þetta var hænstakofinu mömmu, og þarna var kartöflugarðurinn sem pabbi pælti alltaf upp, og það var sett í hann slór. Það var ekki góð lykt eða kláringar. Og þarna bak við kofan, að þar var aðal sleðarbrekkan okkar bræðrana. Og upp á fyrir ofan þessa dælu sem hérna, eða hvað þetta þar var húsið Hauks í Vatnsdal. Hinum megin við þann hól, þá var Vatnsdalstúnið og þar var Vatnsdalstjörnin sem kom þegar var frost og rigning og eða rigndi ofan í frosna jörðina, þannig að það vatnið fór ekkert niður. Þarna vorum við á flekum, sigla, við vorum í fótbolta hérna á sumrin. Þannig að þetta var aðalleiksvæði. Þarna fór ég í fyrsta skipti á skíði. Það var þegar Bjarni Rögnvalds flutti skíði. Þarna fór ég á skíði og svo þótti mér aldeilis góður þegar við komum úr Akureyri í menntaskólann. Þá var miðgarðsgangan og skíðagangan. Ég náttúrulega fór í hana með Einari Friðþjófs og Kristjáni Sigurgeirs. Og ég man eftir því að þvælast þarna niður brekkuna, það var svona þykkt lag af snjó neðan í skíðunni, ég vildi ekki láta taka það af því að þá fór ég á hratt. Ég rendi mig niður einhverja brekku og þar fyrir neðst var brúin yfir Glerá og hún var dálítið mjó og það var bíll að koma upp brekkunni og ég stoppaði, bíllinn kemur svona móðsum, ég renn undir bílinn. Og það náði og klóra mig upp aftur þegar hann stoppaði eins og bara fólkið kíkti sem hann niður. Svo reyndi ég mér áfram og sat á skíðunum til að hitta örugglega brúnum. Þetta var sem sagt skíðaferðin mín. Síðan hef ég ekki, ég fór nú að skíða eftir þetta. En það verður ekki verið mikið meira á skíðaförð. Það var allavega ekki til þess að renna mig niður brekkur. Hér hofið og við bræðum þetta fyrir utan og það búið að flagga af einhverju tilefni. Herbergið mitt var efst uppi vinstra megin, fyrir ofan Elliheimilið í rauninni eins og þessari mynd. Þar voru 2 gluggar á gaflinum og ég var í norðurhlutanum, Sverrir frændi var í hinu hlutanum. Og þarna uppi lá maður snemma á sunnudags eða snemma á morgnana og þegar vaknaði þá lá maður þarna bara að hlusta á þögnina. Þangað til Ingólfur í Eiríkshúsi setti bílinn sinn í gang. Og hann var þá á leiðinni vinnuna, eða eitthvað, keyrði niður urðaveginn og ég var alltaf að hugsa, skildi ég heyri í honum þegar hann kemur niður á heimatorg. Svo heyrði ég alltaf þangað til að hljóðið dó út og ég var alltaf að reyna að ímynda mér hvar hann væri þegar hljóðið dó út. En þetta svona þessa minningar sem það hefur. Hofið þetta hefur kannski komið svolítið upp seinni tíma því að ég hef ekki fundið neina myndir af því í gósinu í rauninni þegar það er inn í einhverjum varnarvegg og það búið að móla það niður eða svona síðustu dögum hofsins. Þannig ef þið vitum einhverjum svoleiðis mynd þá væri þætt með væntum að fá að sjá hana. Hér erum við bræðistir á seinna deginni. Drepast úr kulda, ásturinn hérna. Það kom að kemur sirpa hérna nokkra raforkubræðar. Hérna erum við á Hofstúninu. Sjáðu braggana, nú eru konar amerísku braggar þeirra, þeir sjáðu snúa ekki eins og það. Þetta eru sleðar sem pabbi smíðaði. Hlutabissur og eins og fínu regnkápum. Sækja mjólkina. Ég þetta er dálítið skrítið, ég hef verið eins og ég hef komið fram á það, þá hef ég verið að lesa dagbókina með mömmu. Og þegar ég var 6 ára, þá var ég sendur austan á Hofi upp í Dalarna að sækja mjólk. Og það er alla veðurlýsingar í dagbókunni hjá henni. Og það var stundum austan rók. Ég var svona smábarn
Það er ekki sendt sína eigin börn, ekki helgi geta að segja. En þarna þvældist maður upp í Dalarna. Sko, það örlar ekki á þeirri minningu hjá mér að ég hef farið upp í Dalarna. Ég fór bara í mjólkurbúðina niður á Kirkjuvegi, rétt fyrir ofan Bókarhól. Gimli. Og ég man eftir því, en ég man ekki eftir nokkuð tíma eftir að hafa farið upp í Dalarna. Alveg gjörsamlega þurrkað út. En við erum þarna á þegar stundu þegar við komum heim, þá var Ingólfur Hrólfs, hann átti það til að vera hrekkjarkur. Það er ekki dægilega gaman að því klöguðum að stundum. Hér er pabbi nýkominn frá Þýskalandi við með Tyrólahúfur og sjálfsagt í einhvers konar þýskum stuttursum. En þarna er amma á Ísafirði, Kristín Einarsdóttir, sem hérna er með pappa, mamma hans. Og afi á Ísafirði, hann dó hann 1956, þannig ég rétt náði að hitta hann. Við fórum þessar Ísafirði þegar ég var 4 ára, ég man enn eftir því. Þannig ekki þetta Dalarna. Ég man eftir því þegar ég fór til Ísafjarðar. Þannig erum við í rosalega fínum úlpum, sem meira sé að sko, mamma skrifaði hvað það kostuði, ég man ekki. Það kostaði eitthvað 330 krónur mín og 310 krónur að sóska. En þarna erum við þess fyrir Östavörðu, eins og við sjáum, og það er til þarna af okkur. Ég hef fengið að taka mína fyrstu mynd, það var skemmtifæraskipið sem hétt Jagran, mann eftir ekki ennþá, sem var að sigla undir höfnum, sennilega fyrsta skemmtifæraskip sem kom inn í höfnum í Vestmannaeyjum. Þetta hefur verið 56. Þetta er kassabíl sem Sverrir frændi smíðaði. Það var, sjá peysurnar. Og þetta var náttúrulega alveg æðislegt að fá svona peysur. Óskar fekk með 1 röndi, ég fekk með 2. Þetta var náttúrulega sko svakalega flott. Þetta er nú eiginlega ekki myndin af mér sem ég er að sýna heldur Vatnsdal. Því að það er oft þegar maður sér svona gamla myndir, maður horfir frekar á það sem er á bak. Þarna vorum við ofta leik okkur upp í hlöðunni í Vatnsdal, í stó á vegnum, austurvegnum, þar var engin gluggi og austurvegnum á Vatnsdal. Hlaðan var þarna mikið leiksvæði. Við vorum í cowboyleik þarna og tókum fanga, læstum þá inn í Camry sem var inn á Camry. Það var ekki dægilega skemmtilegt fyrir þá sem lentu því. Þannig að það hafa ýmislegt leikið sér þarna. Skíðasleði, við fengum báðir skíðasleða og það var ekki mjög oft sem var snjór, en við vorum aðalega á þessu skíðasleði veldi á Urðavegi. Minnir það, og svo náttúrulega á Landagötunni einhverju leyti líka. En ég fór ekki held ég á skíðasleðinu, ef ég fór á skíðasleðinu mitt og þá fórum við á Skólavegi og reyndum okkur þannig, en þetta var alveg lokað fyrir bílana. Ég man eftir því, ég fór einhvern tímann ægilega salibjörnu á gamla hjólunars pappa, þessu hérna, sem fór þá ofan af Dalavegi og alveg á syngjandi siglingu niður í beyjuna, fram á kirkjugarðinu. Rétt náðu beyjunu niður skólaveginn, en landi samt held ég utan inn í Barðaskólaveginn fyrir rest, en það var nú slag. Pabbi fór að byggja upp í Fjólugötu 1956 á hausti og þarna er verið að fara upp yfir með næstu og nýja skóplu, liggur við. Og við báðum með skóplu náttúrulega því að það var verið að taka grunninn. Og þetta var hús sem Gunnlaugur Halldórsson teiknaði. Fjólugöta 5 núna og breytaði kynlítið. Það er það ennþá. Leikfélagarnir. Þetta er Siggi Vatnsdal. Er hann hérna það? Jú, það var náttúrulega. Þarna er Siggi, sko, þetta er sennilega tekið 56 og við þarna í þessu rosalega fínu skipti, ég man enn þetta þegar. Og hinni krakkarnir, þetta er Beggi á Löndum og Kristinn, bróðir hans, Þórir á Borg og Kristín á Borg og svo við bræðirnir. Þetta var svona þessi krakkar sem vorum að leika okkur með þarna. Þetta er Beggi sem er næstur okkur hérna og Kristín, svo vorum við bræðirnir og Þórir á bakvið og Kristinn sá stærsti. Fyrirgefðu, hvers dóttir er þessi Kristín? Garðarsdóttir.
Hér aðri leikfélagar í næsta húsi. Þetta Guðrún Friðriksdóttir og Sveinn Friðriksson. Sveinn býr í Danmörku núna, Guðrún gift Ásbyrni í Dölum og býr á Eskifirði. Og svo við í Matrúsarföllunum. Ég veit ekki takk fyrir þessi Matrúsarföll kom allt í. En þetta var þjóðhátíðarbúningur. Við vorum með leiðin dag, fengum þá að fara í fyrsta skipti í Matrúsarföll. Og eins og við sjáum þá buxur dróta svolítið stuttar. Þannig að þau voru eiginlega verð og lítil. Enda stendur í dagbókinni að mömmu að strax haustið eða veturinn að þá búið að senda Matrúsarföllina óskast til frænd okkar í Reykjavík sem kannski gæti notað Lundabysja. Svo sjáum við húsin hérna baki. Við erum alltaf að skoða eitthvað annað heldur en aðalatrið á myndinni, sko. Það akur þarna og lönd og svo húsið hans Axels í 2 húsum, munið getið því. Hann byggði hús utan annað hús og bjó hann í húsinu inn í húsinu. Það segist það og kláraði húsið sem hann var að byggja. Svo seldi ég fiski og við bráðum. Það var alveg fastspilið. Pappi tók við fiski 1956 og skrifaði hann Vesturleiti og fékk einhverja fréttir og svona. Sendi þetta út alla trissur, við vorum að pakka þessu inn og skrifa utan á þetta og fóru svo með þetta í póstinn og svo seldum við blöð. Og það var náttúrulega aðalega hjá okkur Óskarið, við seldum hérna á Ávörðaveginum og Bakkastíknum og Landagötinu þar í Krín. Og það voru vasapeningarnir, 38 krónur fyrir skiptið. Það var einu uppbæri sem ég sá. Þetta fyrsti skóladagurinn og farið í skólan, Gattaskólan með nýja skólatösku, nýri úlpu og Mífa hjólaði pappa. Þetta var mikið notað þetta hjól. Við bræðurnir vorum, við lærðum á þetta. Þannig að þetta var notað. Svo nú nágrannarnir. Þekkið þið þessi? Ég var í Hraungerði og Siggi. Ingibjörg og Sigurður Jónsböll, þau eru systkin. Diddi Hraungerði, hann var alltaf hjá þeim þarna, ég hef ekki alveg klárað hvernig hann var skildur þeim, en hann var alltaf á trillu því Sleipnir og sótti mikið sjóinn. En við Torfi Haralds, við fórum hérna heim á Hraungerði og fengum að taka mynd af þeim, hann á nákvæmlega mynd. Annar kall sem var heimagangur heima hjá mér, tóti í Hverjanesi. Og húsið heitir Sandfell, en ég kallaði alltaf Skötu. Ekki takk fyrir ég kallaði það Skötu. Það var svolítið smámæltur. En þetta var svona eftirminnilegu kall. Við Torfi og Guðmundur á Akri, Guðmundur Lárusson. Við Torfi fórum að læra ljósmyndur og Guðmundur kenndi okkur. Og við vorum í Breiðabliki, stækkuðu myndir þar og framkvölluðum alveg gríð og erg. Og þegar námskeiðinu lauk, fyrsta námskeiðinu allavega, þá fór Guðmundur á Akri með okkur í bílferðum eigin og taka myndir. En svo fórum við líka á Egilsspýtur við Torfi. Og þetta tekið mormónapollinum hérna austu við Sölkulátt. Þar vorum við í svona líka líðunni að við ákváðum bara að skella okkur út í. Það ekki minnst mikið guðsugangur í mér eins og Torfa, en heldur rólegri. En ég fór líka með þessum strákum í ljósmyndaferðingu tíma. Við vorum að labba Kristín Olsen, Tómas, hversson er hann? Ég held ekki. Og Róbert Sigmundsson. Róbert er nú svona fjarskyldu frændi minn. Ættar hérna austan á Skaftafellssýslu eins og að Móavi í Móðurrétt. Gísli Pálsson var einn af þeim sem við fórum að leika okkur með á Bólstað. Og föndum hérna fíl og við eiginlega auðvitaðumst í hann og þannig þegar hann var búið með alla æluna þá var þetta að taka hann og fara með út á sjó. Gísli tók það að sér. Svo til mynda okkur Gísla út í Surtsey eftir tíma. En svo var það útilegar. Gylfið mann kannski eftir þessu. Við vorum í skátaflokk. Við vorum í skátaflokk saman. Sjá, þess aftur var ekki að koma. Þessir 3, við fórum 4. Harður Hilminsson í miðinni, Gunnar Guðna og Einar Gylfi. Og við vorum, Harður var náttúrulega með Lundaháfinn og fórum við að Lunda.
Ég var heima í tjaldi, Gunnar og Gylfi fór með, ég var heima í tjaldi og labbaði út í Höfða til að ná í vatn. Við höfðum ekki vatn með okkur, en það var náttúrulega vatnsbólið í Höfða og ég fór þangað og sótti vatnið. Og fyrsta kvöldi sem við vorum þarna þá var mér falið eldamennskan og ég sauð pulsur í potti. Þetta við áttum hann, það er mér bestu list. Svo kemur Harður og þeir strákarnir með lunda. Og Lundi var náttúrulega handgerðar eftir öllu kunsturinnarreglum. Hann nefndi enginn að fara út í Höfða og sækja vatn. En Lundi var bara sóður upp úr pulsuvatnið. Ég held að þetta sé bara einn vexti Lundi síðust. En þetta í Lyngvellisdalnum. Svo nú komið að því að við fórum í vatnaskó. Þetta gæti verið tekið sennilega 63, ég fór nefnilega í vatnaskó 61 og þetta ekki þá. Við erum alltaf gamli þarna. Við erum eldri en 11 ára, þetta sennilega bara rétt ára með ferðum. Þetta Reynir Elíasson með neðstir hægri, svo kemur Gísli Pálsson, Gunnar Guðnason og Þóri Garðarsson. Og við séum þeir allir með hníf og allir að tálka. Og þau aftur, hvað er þetta voru? Jæja, hér mynd úr vinnunni. Það var verið að rífa þetta hús, ég veit ekki hvað þetta hús heitir, þetta var á bak við Boston. Þetta hús hætti við hliðina, þetta er Ólakott, þessi rafveitanótti. Þetta var bak við, það var tómstundarbúð í húsi sem var beint á móti Þingvöllum. Þetta er á bak við það. Þetta er Pálsborg. Við vorum í því að rífa þetta hús þarna. Og þarna eru Bjarni Eyjóls og Ólafur Gunnarsson og þarna sjáum við náttúrulega húsin í baksýn, vinnavinni, sem Unnur átti heima og Matti Skreðari, eins og var kallaður heima hjá mér. Og svo húsin hérna við Urðagötuna. Þannig að þarna var maður nú einhver leitt að vinna, var í Litlabæ, ekki? Bjarni Eyjóls. Ég var að vinna í vatninu líka með þessum höfðingjum, Ásti Gílstjóri, Friðfinnur og Bögi Dölum. Og þetta eru asbesturör, þið sjáu að það er engar varnir og ekki neitt. Þetta er að saga niður asbesturörn þarna. Ég veit ekki hvort einhverjir af þessum, þeir sem eru ekki hér meðan okkar, hafa dáið úr asbestkrabbameini eða hvað, en allavega þá ekki ennþá. En þetta er hérna sem sagt inn í Kálabakka. Þar höfðum við aðsetur hér í bæ. Ég var líka niður á það sem er Herjólfsbryggjan núna og þar var ég að vinna með þessum tveimur heiðismönnum sem eru hérna næstir, Guðni Steini og Siggi Valda. Og þetta er nú Jöllanum og Slipnum, en við Þórir fengum alltaf lánaða því að Siggi á Löndum og frændi Þóris á Borg. Fengum alltaf lánaða grafarajúluna. Við vorum alltaf að þælast á grafarajúlunni hérna um alla höfnina. Þessi kallar eru nú þekktir. Guðni Steini og Flósinum, Einar. Já, hérna er þetta aftur. Já, þetta var eitt ferðalagi okkar, Gylfa og Gunnars. Þeir eru stórkostlegri hættu þarna við að hrapa niður snarbrættar hlíðarnar. Auðvitað er þetta feik eins og í öllum bíómyndum. Þannig að þetta er hérna, var eina þessum göngufærum Austur-Órgirna, það var náttúrulega aðalleiksvæðið. Pabbi byggði fjólugötuna, þetta er fjólugötan og við á Tröppórum fluttum allir til 1960, rétt fyrir áramóti 60-61. Þannig að hérna, eftir það þá var ég svo sem ekki mikið í eiginu, en við var þar 6 ár. Svo mátti ég til með að hafa þessa fjölskyldu. Þetta finnst mér svo skemmtileg uppstilling. Ég stætti bara myndavélina upp á 3 fótur eitthvað og svo hljóp ég og setti þetta í leiðinu. Þannig að þetta kemur svolítið skemmtilega út þessu mynd. Svona höfum við fjölskylduna fremst, eins og vera ber. Og ég var alltaf kallaður kústískis mér hérna í Kanada, þið sjáum nú af hverju það var. En svo var nú þegar ég kem úr menntaskólanum, þá var það aldrei gaman. Þeir kom fyrst í jólafríi, fórum í menntaskólanum til 66, kem heim jólin, pabbi kem út af flugvöll að taka mótið mér. Ég
hann labbaði fram hjá mér, bara öxl við öxl. Hann þekkti mig ekki. Ég var komið með hár alveg niður í augu og niður á axlir. Og það fyrsta sem mamma skrifst í dagbókina að þetta var því miður og þá væri Laugardalur og hún gæti ekki sendt mig klippingu. Svona logarnir, þeir voru nú okkar ævintýri þarna eins og fleiri á þjóðhátíð. Þetta Arngrímur Magnússon. Hann þarna út í Surtsey. Hafði blotnað í fæturna væntanlega þegar við vorum að fara hérna á búmbát. Sko það var við Torfi stálum smist og kosti einu sinni ekki tvisvar út í Surtsey. Opnuðu bara borðið Lóðsinn eins og þegar var verið að mynda Sigur Fáfnismanna, myndina, 68, hefur það verið. Og fórum út í Surtsey, vorum þar bara allan daginn. Og kom ekki heim fyrir bara ekkert tíma sent kvöld og ég held að enginn vitað á okkur, enginn heima hjá okkur. Við vorum bara einhvers staðar úti. Og ég var bara á jakka og einhverju háskólaból eitthvað svoleiðis. Það var ekkert kalt, það var ekkert tónið. En þetta gerðum við, ég held að ég hafi verið þrisvar Surtsey á þessum tíma og alltaf bara danst. Fórum eitt tíma með Óðurli, það var verið að fara að byggja þarna eitt af húsgólum sem byggðu þarna fyrir vísindafönn. Og þóttust verið að hjálpa til, það var eitthvað lítið, við fórum bara að nabóta út megin og taka myndir. Freymóður Þorsteinsson var með líka ekkert til því að mynda á þetta. Og þetta mynd sem að tekið það, þetta sýklingur sem að kjósa þetta. Þannig ég held að þetta sé nú bara endurinn á þessu og bara enda með þessar myndir, þetta er bara ágætt.